Félagið stendur traustum grunni sem að frumkvöðlarnir 4 sem að stofnuðu félagið byggðu og þeir sem á eftir komu. Fyrst var ég ein. Mér finnst það að verið 3 eða 4 ár og síðan kom ein sem réði sig á fæðingardeildina og svo kom svo 3. eftir ykkur 1 eða 2 ár og svo kom 4. Þegar við vorum orðnar 4 þá var hægt að stofna félag. Já, ég heiti Margrét Margeirsdóttir og ég var fyrsti formaður félagsráðgjafa á Íslandi. Ég heiti Kristín Gústafsdóttir og ein af fyrstu félagsráðgjöfunum á Íslandi. Ég heiti Guðrún Jónsdóttir, félagsráðgjafi. Ég heiti Steinunn Bergmann og ég formaður félagsráðgjafafélags Íslands. Við búum svo vel að byggja á góðu grunni og félagið hefur vaxið og dafnað á þessum 60 árum sem að liðin eru frá stofnun félagsins. Og það eru spennandi tíma framundar. Við erum flutt í nýtt húsnæði sem dæmi ásamt fleiri heilbrigðisfélögum innan BHM og Félagi íslenskra náttúrufræðinga. Þannig að þetta eru nýjar og spennandi tíma framöndan og við sjáum það er svo mikla breytingar í samfélaginu og ekki bara á Íslandi heldur í heiminum öllum og sem að gera það að verkum að við þurfum að hugsa út fyrir boxið og leita nýrra lausnum og vinnum að mörgu leyti öðruvísi heldur en við gerðum áður. Þegar ég kem heim þá ekkert fagheiti til yfir þessa menntun. Í Danmörku þá heitir þetta sósíalráðgjafi. Ég ákvað bara að reyna að ná til þessara kvenna sem voru komnar og kallaði þær saman og þær vissu náttúrulega hvert erindi var að við þyrftum bara að stofna félag, þó varum ekki nema 4, til þess að við hefðum íslenskt fagheiti yfir okkar menn. Ég var sem sagt formaður þetta fyrsta ár og svo skiptist við bara á að taka við formennsku eftir árið. Þannig að þarna kom bæði nafnið, félagsráðgjafi, það kom og það kom stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa. Já, við samdum reglugerð okkar fag og hvernig við sáum þetta þróast, eða reyndum allavega að sjá það. Og það kom mjög fljótt fram áhugi okkar á því að fá staðfest starfsheiti. En þið náðu því að vera fyrst Norðurlandana til þess að fá lögverndað starfsheiti. Hvernig fóruð þið að því? Það var okkur mikil svirði að fá þetta staðfest og það var mikil tölver svona barátta í því. Það tókst. Hvað var erfiðast við að fóta sig á fyrstu árunum sem félagsráðgjafar á Íslandi? Við þurftum náttúrulega að berast fyrir til dæmis launamálum sem var náttúrulega kannski bara eðlilegt. Því að þeir sem með þau að gera, þeir vissu ekki hvaða stétt þetta var. En þegar þú lítur tilbaka, hvernig finnst þér félagið hafa þróast, bæði faglega og stéttarfélagslega og svoleiðis? Mér finnst það hafa þróast mjög vel. Og það var mikill áhugi, fannst mér strax og við byrjuðum að svona stýra frá þessari menntun og segja svona hvar væri hægt að fá hana á öllum Norðurlöndunum. Þannig að þetta nú held ég orðin nokkur undiröð félagsráðgjafar í dag. Ég vissi náttúrulega ekkert hvað félagsráðgjöf var.
En þá vildi það til að besta vinkona mömmu minnar og frænka hafði verið í framhaldsnámi, hún er hjúkrunarfræðingur eða hjúkrunarkona var hann að kalla það, í Englandi og Bandaríkjunum held ég, og kynst social workers. Og þá þegar við vorum ekkert manna, hún var heimilisvinur og við vorum að ræða hvað ætlar að verða og svo framvegis og ég hafði verið að velta ýmsu fyrir mér. Meðal annars sálarfræðinni hafði ég verið að velta fyrir mér. En þá segir hún við mig að ég verði að hugsa, væri þetta ekki eitthvað fyrir þig, social workers, og sagði mér svo aðeins það hvernig þeir inn og ég bara ákvað það. Og svo náttúrulega var mikill kostur að það var ekki hægt að læra þetta á Íslandi. Þannig að ég gat farið til útlanda aftur. Ég hafði nú verið í Frakklandi 1 ár eftir stúdentspróf og Danmörku þegar ég var 16 ára á lýðháskóla. Nú langaði mig að fara til Svíþjóðar. Þegar ég kem á geðverndardeildina, þá Margrét þar fyrir og þá má segja að hún hafi meiri heiður af þessu öllu saman af því að hún var búin að hugsa þetta mála að við yrðum að stofna félag og svo hún var leiðandi í því og Guðrún kannski með henni líka. Þannig að ég var náttúrulega, mér fannst mikilvægt að við stofnuðum félag og við kynntum starfið og við aðgrendum okkur frá öðrum stéttum. Það var nú svo mikið verið að blanda saman til þess félagsfræðingur og félagsráðgjafi og allt þetta. Svo ég var hlynnt því öllu saman. Ég get kannski ekki sagt að ég náttúrulega átti ekki upphafið af þessu en það voru þær búin að vinna miklu lengur en ég. Þegar ég kem til starfa eru þær búin að vinna á Íslandi. Já. Og hafa kannski eitthvað verið að ræða málin. En ég var hlynnt þessu og bara finnst að það er náttúrulega frábært starf og þetta með að löggildingu nafnsins félagsráðgjafa, það var líka fínt hjá þeim og svo að ég get ekkert sagt annað en ég var bara follower í þessu, held ég meira. Átti ekki upptekin en ég var kannski meira upptekin af þessu með þróun félagsráðgjafana, faglega þróun og það að fara í framhaldsnám og það var að gera greinamun á þeim sem væru framhaldsmenntaðir. Ég þarf nú að segja frá því að þegar ég var að ljúka stúdentsprófi og fara út í lífið 1963 á Akureyri, þá hugsaði ég hvað á ég að verða, hvað get ég orðið og allir sagðu, meðal hans pabbi minn, þú eru bara kennari, það er svo ljómandi gott og þá var það alveg örugglega það síðasta sem ég vildi að verða kennari. En svo hlustaði ég á útvarpið, RÚV, sem að gerði í gamla daga og ég ger enn og hlustaði þá á viðtal við Margréti Margeirsdóttur sem var nýkomin heim til Íslands eftir nám í félagsráðgjöf í Danmörku og þetta var svo mikil hugljómun að hlusta á þetta merkilega viðtal og þetta merkilega starf sem hún hafði verið að læra til og ég sagði bara hátt og í hljóði ég ætla að verða félagsráðgjafi. En svo er það ekki fyrir en ég er búin að vera þarna á annað ár þegar ég uppgötvaði að það er til eitthvað sem heitir sósíalhögskóla og það muni þá vera þessi svörun við þessari þörminni til þess að læra hvernig ég hjálpa fólki og þá sæki ég í félagsráðgjafaskólann og það var nú bara satt að segja þannig að það var mjög erfitt að komast inn á þessum tíma og það sem bjargaði mér var náttúrulega þessi mikla starfsreynsla sem maður hafði frá Íslandi. Ég hafði alltaf unnið mest á hótelum og við eitthvað svona þjónustustörf og þetta bara var mjög þungt. Ég var auðvitað með ágæta einkunn en það hefði ekki verið nóg. Þannig að á þessu flaut ég inn og hef þarna félagsráðgjafanámið þá 68. En svo þegar ég var komin inn og fór að svona bera mig eftir þessu, það var náttúrulega ekkert net eða ekkert hægt að googla neitt eða þannig að það var svona að spyrjast fyrir og þá var það Margrét Margeirs sem var komin heim og byrjuði að starfa og það var óendanlega gaman að spjalla við hana og hún hvatti mig með svílíkt með ráð og dáð og gaf mér alls konar, ráðleggingar og svo það sama sumar var Hulda Guðmundsdóttir líka komin heim og það eru reyndar báðalært í Danmörku og þetta var allt saman svona sterkar konur sem höfðu ákveðnar hugmyndir, voru ánægðar með sitt nám og svo framvegis. Og mjög fljótlega komst ég í samband við Kristínu
sem að þá var á Kleppsspítala og ég hafði mjög mikinn áhuga á að koma inn í geðheilbrigðisþjónustu. Og okkur talaðist til að því þá var það að gerast í hennar lífi, hún var að fara að flytja til Svíþjóðar og ég var svona það bil þá, þegar ég hafði samband við hana, að fara að hugsa til heimferðar á ýmsum ástæðum. Og það varð úr að við eiginlega bara mættust í loftinu í flugvélunum, sko. Hún tók vélina til Kaupmannahafnar og yfir til Gautaborgar og ég tók vélina í Kaupmannahöfn og heim og tók við hennar starfi. Og ég eilíflega þakklátt fyrir það því hún var náttúrulega búin að ryðja brautina og koma ýmsu góðu til leiða fyrir utan að vera frábær fulltrúi félagsráðgjafar og við okkar samstarf enn í dag. Þá sem sagt hafa þær samband við mig, eða ég við þær, ég man ekki hvernig það atvikaðist, að ég sæti þessa fundi fyrir hönd SÍF, Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa eins og það hét þá. Og mér fannst þetta mjög verðugt, auðvitað, var stolt af því og hafði mikinn áhuga. Og þá heyrði ég að umræðan námið var í Brennidepli, þarna upp úr 1970. Og þá hugsaði mér, það ekkert nám á Íslandi. Við verðum auðvitað að fá almennilegt félagsráðgjafa nám, það sem kennd löggjöfin og allt þetta með okkar menningu og hefðir og Já, ég fer að byrja haustið 70 og útskrifa 73 með vorið. Og þá ég búin að vera, það var mjög langt starfsnám þarna í Danmörku. Það var 5 mánuðir starfsnámið af þessum 3 árum. Og þá fór ég beint að vinna á barnageðdeild Landspítalans, þar sem ég hafði verið í starfsnámi. Og ég hafði fengið styrk þar, maður ekki voðalega mikill, en hann batt mig við það að vinna á barnageðdeild í upphafi, í einhvern ákveðin tíma. Ég var afskaplega ánægð með námið og náttúrulega mjög ánægð með það að hluta af starfsnáminu gat ég tekið á Íslandi. Og það var líka góður undirbúningur undir það að koma heim og fara að vinna sem félagsráðgjafi þarna 1978 þegar ég kem heim. Það beið náttúrulega bara starf á Kleppsspítala þar sem ég hafði verið í starfsnámi og svo þegar að náttúrulega sem félagsráðgjafi að þá ég náttúrulega líka það heppin að ég fer inn á vinnustað þar sem að voru starfandi 3 aðrir félagsráðgjafa fyrir og það voru bara eiginlega 2 vinnustaði þá sem að höfðu fleiri en 1 félagsráðgjafa starfandi og það var Félagsmálastofnun og Kleppur. Og svo náttúrulega að koma inn í þennan magnaða starfshóp og þetta Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa sem á þessum tíma var 14 ára gamalt og ekki mjög fjölmennt en taldi þá svona 20-30 manns. Þannig að þetta var nú svona starfsumhverfið sem maður kom inn í. Það hefur margt vatn runnið til sjávar síðan að félagið var stofnað fyrir 60 árum og af 4 félagsráðgjöfum sem funduðu heima. Þar til að það var tekin ákvörðun að leigja kvistherbergi. Félagið fylgdi svo BSRB og var í húsnæði með þeim tímabili. Svo þegar félagið færi sig yfir til BHM að þá fór félagið fylgdi félagið BHM yfir í húsnæði þeirra og síðan erum við komin hingað. Félagið hefur frá fyrstu tíð tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi, staðið að ráðstefnum, norrænum ráðstefnum og tekið þátt í útgáfu norræns tímarits sem þetta skiptir mjög miklu máli fyrir fagþróun. Í félagsráðgjöf hafa alltaf tekist á ólíkar stefnur og gróft séð hægt að segja að það sé annars vegar klínísk leið að félagsráðgjafar að starfa að klíník, þeir eru að starfa að meðferð einstaklinga og fjölskyldna og svo annars vegar önnur stefna að áherslan að vera félagslegar umbætur
og að hjálpa fólki til að, ekki til sjálfshjálpar eins og oft talað heldur meira að þetta séu félagslegar umbætur í víðara samhengi sem að hafi verulega áhrif á kjör fólks. Og þetta eru svo 2 meginstefnur sem að hafa tekist á algjörlega frá upphafi félagsráðgjafar, líka erlendis. Og þarna voru ólíkar áherslur í félaginu. Og meðal annars kemur upp þarna ákveðnu tímabili svona hugmyndir það að félagsráðgjafar fari að praktísera sjálfir á stofum og við erum þarna hópur sem erum á móti þessu að þetta verði einkavætt og það verða átök þetta innan félagsins sem enda með klofningi skamman tíma. Og við erum þarna lítill hópur sem stofnum annað félag sem héti Íslenska félagsráðgjafafélag sem endaði nú svo með því eftir nokkur ára við hættum því þessar sjálfstæðisbaráttu og gengum aftur inn í félagið. Þetta auðvitað angi af átökum og fyrst og fremst kannski afstöðu, pólitískri afstöðu sem að náttúrulega við erum öll mannleg og þetta kannski það sem voru fleiri félagsráðgjafar og öflugri fræðilegu bakgrunnu fyrir starfinu og svo framvegis. Þar snerist þetta mikið aðferðafræði, hvort ætti að vera miðlægt einstaklingurinn eða samfélagið. Hér hjá okkur snerist þetta þetta. Og svo annað sem að mér finnst hafa verið svo mikið og þegar maður skoðar þetta aftur á bak og sem mér finnst svona, sem ég tek inn sem máli mínu til stuðnings, að þetta hafi orðið okkur til góðs. Því að þegar kom að því að standa við bakið á Guðrúnu Jónsdóttur þegar hún fyrst að koma fram með uppbygginguna á starfsréttindanáminu í háskólanum, hvað sem okkur fannst námið, sem að eins og ég segi, þá stóðum við allar sem komum að þessu þegar við vorum sem komum inn sem kennarar og lögðum orði belg í kringum þetta. Við vorum svo ánægð með að námið væri komið til Íslands að við gátum sett þetta rifrildi eða hvað við eigum að kalla þetta. Ég kalla þetta bara núna þroska átöku og mér finnst við hafa að þessi eiginlega þétting sem var hjá okkur í kringum háskólan og námið okkar og fagið okkar, mér finnst það vera aðalatriði sem stendur upp úr hjá mér allavega í kringum þetta. Svo framsýni sem að fyrirrennarar okkar sýndu með því að fara af stað með það að fá löggildingu á starf félagsráðgjafa skiptir mjög miklu máli fyrir þróun fagsins og gerir það að verkum að við erum stétt meðal heilbrigðisstétta og stöndum föstum fótum þar. Það skiptir mjög miklu máli og Ísland verið fyrst Norðurlandana til þess að fá löggildingu á starf félagsráðgjafa. Og við héldum fundi alltaf í heimahúsum, höfðum notalegt kaffi og vöflur og rjóma og svona, degluðum svolítið við okkur og grétum og sögðum sögur. Þessna var félagið mjög mikilvægt á þessum tíma að ná saman einhvern veginn málstaðinn og styðja hver aðra og svona tala saman og ég man eftir því að Guðrún var með þessa fundi heima hjá sér og hún bakaði þessa fínu kökur og var við okkur eins og móðir og ég hugsaði oft Guðrún sem svona róttæk og duglegur félagsráðgjafi, hún var líka svona æðisleg húsmóðir og svona móðurleg gagnvart okkur innum sem vorum yngri og óreyndari. Ég held bara að við urðum svona hópur af því það er svolítið erfitt að vera svona ein sko á stangli og þess vegna og við vorum náttúrulega að það var verið að tala saman um málefnin alveg stöðugt og svona við vorum rödd út á við.
Svo náttúrulega breytist þetta smá saman að því það eru fleiri og fleiri sem komu til, það var fljótt að breytast. En þetta svona þessum fyrstu árum. Við erum náttúrulega undan Norðurlöndunum í því að við erum bæði búin að stafna þetta fína félag með þessum atorku konum og við erum búin að fá löggjöf. Og það hefur enginn af Norðurlöndunum ennþá náð því að fá löggildingu á starfsheitinu. Þær voru bara svona framsýnar. Það voru Kristín og Margrét og Guðrún og Lára, Svava Stefáns. Hún var mjög öflug í þessu líka, hún hafði líka lært í Svíþjóð. Og fleiri, Marja Þorgeirsdóttir, sem að náttúrulega, veit ekki hvað margir þekkja í dag, en hún hefði orðið, hún lést langt fyrir aldur fram því miður. Hún var fyrsti handleiðarinn minn til dæmis og ég lærði mikið af henni, hún hafði lært í Danmörku, hún var svo mikil fagmanneskja. Hún var mjög öflug í þessum hópi sem við kölluðum menntunarhópin, hópin sem sagt að koma á menntun í félagsráðgjöf. En allt það ferli, það tók hvorki meira ni minna, já, ég bara myndi segja 20 ár að berjast fyrir þessu námi og að það kæmist á réttan kopp. Rétti koppurinn var 5 ára nám innan Háskóla Íslands. Félagið yrði að vera tengt við bandalag háskólamanna. Þetta voru eldingarglærur á tímabili. Það var mikil hreyfing í handleiðslumálunum á þessum tíma og félagsráðgjafar voru þar í fararbroddi eins og þeir eru víða enn og allt það fyrsta sem hefur verið skrifað handleiðslu einmitt frá fyrstu félagsráðgjafunum. Og já, þannig að mér fannst þetta stemma allt saman mjög vel en það sem var svo frjótt við þetta samstarf norrænna félagsráðgjafa, það var oftast einn varamaður frá hverju landi og við töluðum nú öll ágæta skandinavísku á þeim tíma, það var ekkert verið að grípa til enskunnar þá og við vorum nokkur þarna sem ég svo kynntist ennþá betur sem áttum eftir að verða já, bæði sterkur hópur og brautryðjendur í því og við stofnuðum til dæmis fyrsta norræna tímariti í félagsráðgjöf 1981, Nordisk Sosialt Arbeit og þar var hugmyndin að byrja að leggja meiri áherslu á fræðin og rannsóknartengingu. Og það áttaði mig líka á því að Svíþjóð var eina landið sem var með þessa háskólatengingu og var þá komið sem sagt inn í háskólan sem háskólagrein. Þarna á 8. áratugnum þá verið að stofna til endurskoðunar á öllu menntakerfi háskólana. Og við erum þessi sömu, man ekki hvort við vorum 5-6, sem að förum inn í það Evrópusamstarf og komum að þessari Bologna-samþykkt sem að fóli í sér að háskólanám í hvaða grein sem á annað borð háskólanám til löggildra starfsréttinda skildi vera 5 ár í háskóla. 3 ár í grunnnám, 2 ár í meistarnám sem væri skilyrði fyrir starfsréttindum. Það náttúrulega fagstétt sem sérfræðingur í sínu fagi og vill láta taka mark á sér verður að hafa skráðar siðareglur. Og það svona kveikjan að því að ég fer inn í þetta siðanefndar starf og fyrstu 4 árin í siðanefndinni fóru í það að náttúrulega safna gögnum, skoða hvernig þetta var hjá öðrum stéttum, skoða hvernig þetta var hjá öðrum félagsráðgjafum annars staðar í heiminum og taka upp þráðinn í samvinnu við nýstofnaða siðfræðistofnun Háskóla Íslands og við fengum heimspekingana í lið með okkur til þess að vinna þetta, en þetta tók dómadagstíma. Þetta voru eins og ég segi bara fyrstu 4 árin. Félagsráðgjöf ein af þessum kvenlegu heilbrigðisstéttum sem hefur verið lægra launasett heldur en aðrar hefðbundnar karlastéttir. Félagið fékk löggildinguna 1975. Þá var 30% félagsmanna karlar. Þannig að þeim hefur farið fækkandi því miður. Þetta hefur verið baráttumál félagsins og annarra heilbrigðisstétta og við höfum ákveðið heilbrigðisstéttar innan BHM að þétta raðirnar og vinna meira saman og það skiptir mjög miklu máli ætlum að ná árangri að þá verðum við að standa saman sem
heilbrigðisstéttir og kvennastéttir og tryggja það að kvennastéttina verði ekki eftirbátur annarra stétta varðandi launakjör. Ég segi náttúrulega, ég náttúrulega alsætlaði svona fáir kallar sko, því að það svo gott að vera karlmaður í þessari stétt. 90% konur og örfáir kallar. Þannig að við þessir örfá, við bara njótum þess. Það bara gott að vera karlmaður og vera félagsráðgjafi. En grínlaust að þá þetta náttúrulega ekki gott að við ykkur sé að fækka hlutfallslega í stéttinni. Og ég veit ekki alveg hvað þetta af því að það svo mikilvægt að hafa karlmenn líka og þá líka önnur kyn, af því að nú náttúrulega komið fleiri kyn, heldur kvenkyn og karlkyn. Þannig að öll kyn eru nauðsynleg inn í þetta starf. Og þegar ég fer og fæ þann heiður að kenna niður í Háskóla Íslands að félagsráðgjafadeildinni og ég fæ ofta að koma inn á fyrsta árið, þar sem bara hópur af strákum sem að byrja að læra og ég verð svo ánægður með það, veist bara þarna eru þeir. En svo kannski fækkar þeim í gegnum námið og við erum kannski ekki að sjá það nógu mikið, þannig að við þurfum að hugsa hvað þurfum við að gera til þess að fjölga karlmennum og þetta auðvitað ekki einungis í félagsráðgjöf, þetta náttúrulega bara víða. Hvar eru karlmennir? Þessi gildi sem að við fórum, sem stjórnin lagði 2013, fagvitund, framsækni og frumkvæði, að það svona ávísun eða tilvísun í það að við þurfum að láta í okkur heyra í samfélaginu og taka forystu í velferðarþjónustunni og tryggja það að við fáum séum að veita gæða þjónustu til viðkvæmra hópa og það gerum við með því að tryggja það að það sé félagsráðgjafar tiltækir í samfélaginu innan heilbrigðis félagsþjónustu, þriðja geiranum og annars staðar þar sem að félagsráðgjafar hafa sannarlega verið að hasla sér völl á undanförnum árum. Og við stundum hlægjum að þessu, hvað þetta heildarsýn félagsráðgjafa? En það ótrúlega dýrmætt held ég og það ekkert allar stéttir sem hafa það og við höfum örugglega eitthvað sem aðrar stéttir hafa, við höfum eitthvað sem ekki sem aðrar stéttir hafa, þannig að við oft bætum hvort annað upp þegar við erum að vinna saman. Og ég vinn til dæmis á vinnustað og í málaflokki þar sem sálfræðingar, lögfræðingar, félagsfræðingar, þroskaþjálfar og félagsráðgjafar vinna saman. Frá því að fyrstu félagsráðgjafarnir koma þá upplifa aðilar bæði heilsu hjá Reykjavíkurborg og Landspítalanum þörf á fleiri félagsráðgjafum og það var farið að leita leiða til þess að fjölga þeim og meðal annars stóð félagið fyrir því að semja við háskóla á Norðurlöndunum ákveðin kvóta fyrir íslenska félagsráðgjafa. Reykjavíkurborg veitti líka styrki til félagsráðgjafanema þannig að fjölga mjög nemum þá þegar. En umræðan það að stofna að kenna félagsráðgjöf hér í Íslandi, hún raun og veru hefst þarna fljótlega og var alveg áratug að vinna þangað til að fyrstu félagsráðgjafarnir útskrifust frá Háskóla Íslands árið 1982 og þeim hefur fjölgað síðan og maður sér talsverða fjölgun frá tímabilinu 74 til 84 á því tímabili þá eru félagsráðgjafarnir orðnir 100 og þeim hefur svo bara fjölgað jafnt og þétt þannig að í dag að þá eru félagsráðgjafar að nálgast 600 sem eru bara í félaginu og það eru 850 félagsráðgjafar sem eru með gild starfsleyfi í dag. Þannig að þetta stór hluti þeir eru aðilar að félagsráðgjafafélaginu. Já, eitt liður í þróun fagsins var það að koma á fót sérfræðilegu félagsráðgjöf og það allt saman að áeggjan félagsins og margir sem koma að því en árið 2001 hlutu 4 félagsráðgjafar sérfræðileyfi og þeim hefur fjölgað síðan þannig að í dag 41 félagsráðgjafi með sérfræðileyfi og þeim fer bara fjölgandi. Þegar að félagið tók ákvörðun það á aðalfundi 2012 að auglýsa eftir formanni til 4 ára og ráðan í fullt starf að það gerbreytti starfsemi félagsins og hefur orðið til þess að sýnileiki félagsins hefur margfaldast. Við fórum í gegnum siðareglurnar okkar og svona
reyndum að svona spegla þær þannig að það ættu betur við og fórum svolítið í vinnu bara hver eru við og hvað erum að gera og fyrir hvað stöndum við í þessu öllu. Sérstaklega þegar samfélagið einhvern veginn missir fótana í hruninu og ímynd okkar var kannski svolítið löskuð og bara hver erum við þá og hvernig ætlum við að styðja við okkur, hvernig ætlum við að gera þetta saman, hvernig ætlum við allavega að reyna að hjálpa stað í þessu, hvernig ætlum við að vera samfélag, hvernig ætlum við að hjálpa öðrum í samfélaginu. En bara þetta svona, hvað eru þið að gera? Hvað er það sem þið eru að gera gott? Hvað er það sem þið standi fyrir í barnavernd, í öldrun, í fjölmenningu? Það var náttúrulega líka eitthvað svona sem kemur hérna inn. Fjölmenningin byrjar þarna, að það kemur inn meira fólk sem er að koma til þess að vinna hérna, eða jafnvel á flótta, sem er náttúrulega stór biti í dag. Það skiptir bara mjög miklu máli varðandi samstarf við stjórnvöld að vera í markvissu stöðugu samtali við stjórnvöld og láta sér málin varða, tryggja það að sín félagsráðgjafar sé komist á framfæri í stefnumálum og við lagabreytingar. Við frumvörp þá er mjög oft sem að félagið er svo beðið að koma á fundi þingnefnda til þess að fylgja eftir umsögnum og þetta beina samtal skiptir mjög miklu máli. Þetta eykur líka sýnileika félagsins út af við, að við séum svona virk í þjóðfélagsumræðinu og í þjóðfélagsmálunum. Félagsráðgjöf ætti að snúast meira að hjálpa fólki sem hefur ekki nógu mikil völd og áhrif yfir sínu lífi í samfélaginu. Og því að þegar upp staðið þá snýst þetta fyrst og fremst völd og áhrif. Og það mikið talað valdeflingu, en það ekkert, og valdefling, það má segja aðalatriði valdeflingu að létta undir og draga úr byrði fátæktar í samfélaginu. Og þar ættum við kannski að leggja miklu meiri áherslu félagsráðgjafar. Félagsráðgjafafélag Íslands setti á fót velferðarvakt félagsráðgjafa 2009 eftir efnahagshrunið og héldu nokkra fundi fátækt, atvinnuleysi og málefni barna og fleira og vöktu athygli stjórnvalda á þessari alvarlegu stöðu sem var til þess að stjórnvöld sett á fót velferðarvaktina sem að starfa enn þann dag í dag. En ég samt afskaplega stolt af því að vera félagsráðgjafi. En eitt verð ég að segja sem að mér finnst vera mikilvægt og það er það að einangra sig ekki í stéttinni, heldur vinna með öðrum fagstéttum og ekki í baráttu heldur í samvinnu. Það er annað sem er svo dásamlegt við félagsráðgjöf að þetta er svo breiður faglegu grunnur og hver og einn sem kemur inn í þetta fag getur náttúrulega mótað það svo mikið eftir sínum eigin bætt við sig, mótað eftir sínu áhugasviði, sinni getu og haldið áfram með að blómstra sem einstaklingur og hluti af þessari sterku heild sem að okkar góði grunnur er. Já, þegar maður fyrir að spá í framtíðina og horfa til þess að það eru margar framtíðir og þetta getur farið í mjög margar áttir. En allar spár sýna fram á það að stéttis- og félagsráðgjöf sem byggir á samskiptum og samhygð og styðja einstaklinga og fjölskyldur og samfélög að þær munu alltaf vera nauðsynlegar. Gervigreindin, tæknin kemur aldrei í staðinn fyrir þessar stéttir. Þannig að ég held að félagsráðgjöf muni bara eflast og stækka til framtíðar. Þjóðin er að eldast og það verður bara þörf fyrir fleiri og fleiri félagsráðgjafa eftir því sem að árin líða. Já, ef þú kemur með þessa fallegu myndlíkingu félagsráðgjöfina sem stórt og fallegt tré sem hefur skotið rótum og stendur með styrkan stofn og stór og fallega
krónu sem eru allir sprotarnir sem hafa sprottið upp af þessum 60 ára fræjum sem við erum að tala að ég sé mitt framlag koma inn í stofnin og tel mig eiga hlut í því að þétta raðirnar og vera með í því að styrkja sjálfsmyndina, geta kynnt fæi mitt tilhlýðilega fyrir sjálfum mér og öðrum og stutt við bakið á mínu eigin fæi og minni eigin stétt. Og ég er mjög stolt og glöð yfir ekki bara mínu framlagi heldur að tilheyra þessu skemmtilega fæi sem félagsráðgjöfin og hafa getað notið þess fram á efri ár að sitja í mínum stól og tuskast í gegnum öll þessi lífsmál sem að koma inn á mitt borð, hitta og fylgja fólki til dæmis eftir á öllum þessum krossgötum í lífinu, finna hvernig fólkið eflist og styrkist við það að setjast niður og finna styrkin í sjálfum sér. Fortíðin ekki gleymd og hún mun ekki gleymast því að hún markeraði mig og sálarlíf mitt og stefnu í lífinu. Og hefur bæði létt mér í að ég geta fengið hugmyndir og velta sér örlítið upp úr þeim og fara svo með þær út á við og vita hvort það fólksgrunn, hvort það hægt að nota þær. Af því að mér finnst að margt í fagmennskunni sé til vinni gegn okkur og vinni gegn þeim sem á að vera aðstoða. Og þetta þurfum við að bara skoða rækilega og hafa hreinskilni og til þess að reyna að finna leiðir sem að gera okkur ekki lögregluþjóna með flauelshanska. Við þurfum auðvitað að huga að því að huga sjálfbærni og við getum kannski ekki vaxið endalaust. Við þurfum líka að hugsa það hvernig hjálpum við fólki til sjálfshjálpar, hvernig getum við hjálpa fólki að byggja upp sitt tengslanett þannig að það dragi úr félagslegri einangrun og fólk verði, lífskjör fólks verði betri og heilsa fólks verði betri. Við þurfum að vinna því, en við munum líka nýta okkur gervigreindina og tæknina á þeim sviðum sem það á við. En við munum ekki hætta að hitta fólk og tengja saman fólk. Ég heiti Gunnlaug Thorlacius og ég yfir félagsráðgjafa á Landspítalanum. Ég heiti Kolbrún Borg Guðjónsdóttir og félagsráðgjafi á fjölskyldufræðingur á Landspítalanum. Ég heiti Þuríður Sigurðardóttir og félagsráðgjafi og verkefnastjóri í Tinnu virkniúrræði í Reykjavíkurborg. Ég heiti Björk Vilhelmsdóttir, ég félagsráðgjafi, ég vinn sjálfstætt í tækifærinu. Ég heiti Kristín Þórðardóttir og ég félagsráðgjafi á réttar- og öryggisgeðdeildinni á Kleppsspítala.
Ég heiti Guðrún Þorgerður og félagsráðgjafi. Ég starfi á Reykjavíkurborg og vinn með fólki í bata frá vímuefnaröskun. Ég heiti Arndís Haldunadóttir, ég félagsráðgjafi og ég vinn hjá Fangelsismálastofnun. Ég heiti Vigdís Löfu Jónsdóttir, ég félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur og starfa á Landspítalanum á barna- og unglingageðdeild. Ég heiti Arndís Tómasdóttir og er félagsráðgjafi og ég vinn hjá Virk starfsendurhæfingu á Suðurlandi. Ég heiti Elísabet Þorkelsdóttir, ég er félagsráðgjafi og vinn í félagsþjónustu hjá Reykjavíkurborg í Vesturmiðstöð. Ég heiti Óla Berglind, ég er félagsráðgjafi og vinn hjá Austurmiðstöð hjá Reykjavíkurborg. Ég heiti María Björk Jónsdóttir og er félagsráðgjafi og vinn hjá Reykjavíkurborg í Austurmiðstöð. Ég heiti Herfur Alma og ég er félagsráðgjafi og dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ég heiti Halldór Sigurður Guðmundsson og er félagsráðgjafi og dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ég heiti Gyða Hjartardóttir og er félagsráðgjafi sjálfstætt starfandi í skilnaðarráðgjöf. Ég heiti Ásta Kristín Guðmundsdóttir og er félagsráðgjafi og starfa hjá Alzheimer-samtökunum. Ég heiti Sveindís Anna Jóhannsdóttir, ég er félagsráðgjafi og starfa sem framkvæmdastjóri hjá Félagsráðgjafafélagi Íslands ásamt því að vera sjálfstætt starfandi í handleiðslu og fjölskylduráðgjöf. Ég heiti Birgitta Rós Laxdal og ég er félagsráðgjafi í barna- og fjölskyldudeild á Norðurmiðstöð. Ég heiti Steinunn Katla Sæfisdóttir og er félagsráðgjafi á Norðurmiðstöð hjá Reykjavíkurborg. Ég heiti Matthildur Björk Bjarnadóttir og ég er félagsráðgjafi í barna- og fjölskyldudeild á Norðurmiðstöð. Ég heiti Stefania Tjan og er félagsráðgjafi í deild Virkni ráðgjafar á Norðurmiðstöð. Ég heiti Steinunn Bergmann og er félagsráðgjafi, sérfræðingur í barnavernd og er formaður félagsráðgjafafélags Íslands.